Góðan daginn, ég heiti Stefán Máni, rithöfundur. Við erum stödd hérna í Borgarbókasafninu í Grófinni í Reykjavík og á 5. hæð, svo allt sé hérna nákvæmt og rétt. Á leiðinni hérna upp þá greip ég með mér bók sem að kom út 2003, minni mig fyrst, og hérna er búið að endurútgefa núna. Ég las þessa bók hérna 2003 og þá var dóttir mín eldri, hún var þá 2 ára og hérna, mér datt þessi saga í hug bara þegar ég sá bókina og greip hana með mér að þegar dóttir mín sá þessa bók sem ég var að lesa þá spurði hún mig í mikilli einlægni: pabbi, ertu að læra að vera fyndinn? Og þetta hérna þótti mér mjög skemmtilegt út af þessu hérna gríndóti. En allavega, mér minnir að þetta sé góð bók, hún er komin út aftur núna, þannig að ég bara mæli með henni til lestrar. En ég er komin hingað til að tala Hörð Grímsson, lögreglumanninn sem að ég bjó til eða sem kom til mín árið 2009 og hérna átti aldrei að vera fræg og merkileg persóna í mörgum bókum en núna er ég nýbúinn að gefa út 13. bókina Rauðhærða risann í rannsóknardeild lögreglunnar. Þessi bók kom í fyrra, þetta var 12. bókin Hörð Grímsson og hún sló algjörlega í gegn, seldist alveg gríðarlega vel og fékk verðlaun og ég veit ekki hvað og hvað. Nýja bókin sem heitir Hin helga kvöl, hún byrjar bara daginn eftir að dauðinn einn var vitni endar. En þetta er ekki framhald, þetta er bara sjálfstæð bók en hún bara byrjar daginn eftir, bara hérna ekki slegið slöku við, það er bara haldið áfram strax daginn eftir. Þetta er 13. bókin Hörð Grímsson og þegar þetta er orðið svona sería, þetta var svona þróast í þá átt og endaði með því að ég fór að skrifa svona seríu Hörð Grímsson, þá hef ég lagt mikið upp úr því að skrifa aldrei sömu bókina tvisvar, þær eru allar sjálfstæðar. Það er hægt að lesa þær í hvaða röð sem breytir engu og ég reynir svona að endurtaka mig ekki segja sömu söguna tvisvar. Það er alltaf eitthvað nýtt í nýju bókinu Hörð Grímsson. Fólk kynnist, sér einhverja nýja hlið á herði eða hann er að rannsaka eitthvað sem hann hefur aldrei gert áður. Það er alltaf eitthvað nýtt og þessi bók er þannig. Þetta er hérna, þetta er frumleg bók, þetta er frumleg glæpasaga en ég get eiginlega ekkert sagt of mikið á þess að skemma fyrir þeim sem eftir að lesa en hérna hún er frumleg og spennandi og hefur fengið mjög góð dóma og er að byrja að seljast bara gríðarlega vel eins og dauðinn einn var vitni, þannig að velgengni Harðar Grímssonar hérna heldur bara áfram. En ég ætla að lesa bara örstutt úr nýju bókinni. Ég má ekki lesa langt af því að þá er ég farin að hérna tala eitthvað af mér og það lesa bara hérna örstuttan bút, mjög snemmi í bókinni, þar sem að þetta er mjög Harðar Grímsson-legur kaflabútur, stuttur, þar sem að svona hans hugarheimur eða heimspeki fær að skína svolítið í gegn. Og við erum stödd í litla húsinu sem hann vaknar í daginn eftir að dauðinn einn var vitni endar. Hörður þarf að pakka saman því litla sem hann tók með sér og ganga frá áður hann yfirgefur þennan leynilega sælureit sinn. Hann var hamingjusamur kvöldið áður en vaknaði með kvíðahnút í maganum. Hamingjan kemur og fer eins og suðandi fluga á heitum sumardegi. Samkvæmt reynslu Rauðhærða risans er hamingjan aldrei viðvarandi ástand, heldur kemur hún í smáskömmtum, gerir aldrei boð á undan sér og fer á þessa kveðja. Þess á milli er hugurinn og þar með allur heimurinn, gráleitur og kaldur. Takk fyrir mig.